Nú það bara komið að ákveðnum hápunkti hérna hjá okkur í dag. Það afhending forvarnaverðlauna VÍS, en þau verðlaun hljóta jafnan fyrirtæki sem þykja skara fram úr í öryggismálum og forvörnum. Það eru þau Bjarni Guðjónsson, forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta hjá VÍS, og Ingibjörg Ásdís Ragnarsdóttir sem framkvæmdastjóri sölu og þjónustu, sem ætla að koma hingað og svipta hulunni af því hverjir hljóta verðlaunin í ár og afhenda þau. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Þess að vitna í Jón Viðar þegar hann sagði að þeir merkja útgangana A, B, C og það væri ekki af því þeir kunni ekki áttirnar. Ég kann ekki áttirnar og ef þið ættu að segja mér að fara austur fyrir hús þá myndi ég ekkert vita hvert ég ætti að fara. Og nú ég að fara að senda börn út á vinnumarkaðinn sem eru alin upp á móður sem vita ekkert í hvað átt hún á að fara. Þannig að það skiptir svo ofboðslega miklu máli að fyrirtæki sé að standa sig vel þarna. Og þannig sem hann sagði hann Páll, það eru mæður, feður, dætur, synir, þau eru öll í vinnu á hverjum einasta degi eða út í samfélaginu, nýta sér þjónustu hjá ykkar fyrirtækjum og þess vegna skipta forvarnir lykilmáli. Og það ekkert mikilvægra en að tryggja það að þau komi heil heim í lok dags. Og í dag ætlum við að heiðra og viðurkenna fyrirtæki sem hafa staðið sig gríðarlega vel í þessari vinnu og tryggja öryggi og starfsfólks á hverjum degi. Þetta í 15. sinn sem við höldum þessa forvarnaráðstefnu og þar af leiðandi í 15. sinn sem við afhendum forvarnaverðlaun VÍS. Þetta stærsta ráðstefna sinna tegundar hér á landi og við erum gríðarlega stolt af þessari viðurkenningu og stolt af þessum fyrirtækjum sem sendu inn til okkar. En aðeins verðlaunin. Öllum fyrirtækjum sem eru í viðskiptum við VÍS stendur til boða að senda inn tilnefningu í forvarnaverðlaunin okkar og viðskiptastjórar fyrirtækjaviðskipta hjá okkur kom einnig með ábendingar til dómnefndar þau fyrirtæki sem standa sig einstaklega vel á þessum vettvangi. Og svo eru þau metin samkvæmt fyrirfram skilgreindu matsformi sem við erum búin að vinna hjá okkur og eru svo heimsótt af dómnefnd VÍS. Árið 2024 breyttum við fyrirkomulaginu aðeins og skiptum verðlaununum upp í 2 flokka. Þannig við erum annars vegar með fyrirtæki sem eru með undir 100 manns í vinnu og svo annars hins vegar fyrirtæki sem eru með yfir 100 manns í vinnu. Og við veitum verðlaun, 3 verðlaun, 2 af þeim eru svokölluð hvatningarverðlaun fyrir þá sem hafa stóðu sig rosalega vel og svo vinnur eitt fyrirtækið. Þannig að okkur eflaust ekki til setin á boðið. Ég veit að það einhver fyrirtæki út í sal sem bíða spennt eftir þessu. En við ætlum að byrja á flokki minni fyrirtækja. Fyrirtæki með færri en 100 starfsmenn. Og fyrsta fyrirtækið sem hlýtur svokölluð hvatningarverðlaun VÍS fyrir framúrskarandi forvarnar- og öryggisstarf Loftorka. Gjörðu svo vel að koma á svið. Loftorka Reykjavík var stofnað árið 1962 og eitt elsta verktakafyrirtæki landsins. Fyrirtækið með öflugan tækjakost og eru þau til húsa í Garðabæ þar sem skrifstofa, tæknideild, verkstæði og vélamiðstöð Meginstarfsemi fyrirtækisins jarðvinnuverkefni, gatnagerð og malbikun og má segja að Loftorka Reykjavík hafi komið að uppbyggingu nánast allra hverfa á höfuðborgarsvæðinu að einhverju leyti. Haldið utan skráningu slysa og næstum slysa og upplýsingar sem þar koma fram nýttar til úrbóta í starfseminni. Jafnlaunavottun hjá fyrirtækinu sem minnir stjórnendur og allt starfsfólk á mikilvægi þess að öll séu jöfn og að meta eigi þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og hæfni einstaklinga óháð kyni. Mikil áhersla lögð á öryggi og aðbúnað þeirra 65 starfsmanna sem vinna hjá fyrirtækinu sem og verktökum. Góðir ferlar límið í starfsemi ásamt öflugum áhættumötum fyrir einstök störf og verkefni. Innilega til hamingju, Loftorka. Þá það fyrirtæki númer 2 í flokki smærri fyrirtækja sem hlýtur einnig hvatningarverðlaun VÍS fyrir framúrskarandi forvarnar- og öryggisstarf. Og það fyrirtæki Kólas. Gjörðu þið svo vel. Kólas Ísland á rætur að rekja til ársins 1987 en fyrirtækið með alhliða starfsemi sem snýr að malbikun og gatnaframkvæmdum.
Kólas starfar land allt en skrifstofur fyrirtækisins, verkstæði, malbikunarstöð og rannsóknastofa sem sér gæðaeftirlit og rannsóknir eru í Hafnarfirði. Jafnframt rekur fyrirtækið malbikunarstöðvar á Akureyri, Austurlandi og Keflavíkurflugvelli. Starfsfólk Kólas Ísland eru 75 yfir vetratíman en fara í 125 yfir sumarið og vinna þau öll eftir gildunum þora, deila, virða. Fyrirtæki býður upp á metnaðarfulla endurmenntunaráætlun, jafnlaunavottun, jafnréttisáætlun og sterka mannauðsstefnu ásamt því að vera með ISO 9001 vottun. Umgengni á verkstæði þeirra er til fyrirmyndar og á hver hlutur sinn afmarkaða stað auk þess sem verkstæðið einstaklega vel þrifið miðað við þá stóriðju sem fer þar fram. Eins eru afmörkunarlínur sem aðskilja vinnusvæði og gangandi umferð innandyra áberandi og gott skipulag og umgengni utandyra. Öflug skráning á slysum til staðar og hefur úrvinnsla til úrbóta í kjölfar skráninga skilað mörgum góðum lausnum til forvarna. Innilega til hamingju, Kólas. Jæja, eru ekki allir spenntir? Nú komið að forvarnarverðlaunum VÍS 2025. Það fyrirtæki í flokki smærri með færri starfsmenn en 100 og verðlaun fyrir framúrskarandi forvarnar og öryggisstarf og fyrirtækið Sæplast. Til hamingju. Sæplast og hefur verið í 40 ár leiðandi fyrirtæki á heimsmælikvarða í hönnun og framleiðslu á endurnýtanlegum og 100% endurvinnanlegum plastkerjum og brettum sem notuð eru í matvælaframleiðslu og endurvinnslu iðnaði ásamt vörum fyrir byggingariðnað eins og brunnum, tönkum og rotþróm. Sæplast hluti af Rotovia samstæðunni sem alþjóðlegt framleiðslu fyrirtæki. Öryggismál og forvarnir eru vel samofin allri starfsemi og stjórnendur virkir þátttakendur í þeim. Skráning á atvikum, slysum og næstum slysum öflug. Lögð rík áhersla á úrbætur í kjölfar þeirra og hafa þau meðal annars endurhannað sjálfvirkan vinnupall við steypuofn og plastkurum. Sú hönnun hefur vakið athygli erlendis hjá Rotovia samstæðunni þar sem unnið að innleiðingu þessarar nýju tækni. Hættusvæði eru skilgreind í kringum framleiðslutæki og hreyfisvið þeirra rauðmáluð og skynjarar stöðva hreyfingu þeirra ef farið inn á svæðið. Eins eru göngu- og akstursleiðir aðskildar og aðvörunar ljósabúnaður á lyfturum sem lýsir framfyrir og til hliðar til að afmarka hættusvæði þeirra. Innilega til hamingju. Og nú ætlum við að snúa okkur að fyrirtækjum með 100 starfsmenn eða fleiri og við ætlum að hafa sama háttin á. Við byrjum á þeim fyrirtækjum sem hljóta hvatningarverðlaun og þau eru 2 og endum svo á forvarnarverðlaununum 2025. Fyrsta fyrirtækið sem hlýtur hvatningarverðlaun VÍS í hópi stærri fyrirtækja fyrir framúrskarandi forvarnar og öryggisstarf hlaut einnig forvarnarverðlaunin 2024 og það Fisk Seafood. Fisk Seafood eitt af stærri sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands þar sem yfir 260 einstaklingar frá 9 löndum vinna. Félagið var stofnað 1955 og starfar það á öllum stigum virðiskeðjunnar, frá veiðum og vinnslu til sölu og útflutnings. Á Sauðárkróki rekin fullkomin bolfiskvinnsla, frysting og þurrkun þar sem 70 einstaklingar vinna. Þar farið eftir ströngustu gæðakröfum og stöðlum og hefur vinnslan hlotið alþjóðlega EFS-vottun og áhersla þar á sjálfbærni og fullnýtingu hráefnis. Fyrirtækið hefur nýtt sér skráningar á slysum, næstum því slysum og óhöppum til úrbóta meðal annars með tregskerandi hönskum á snyrtilínunni sem fækkaði slysum til muna. Auk þess var hannaður búnaður fyrir hnífa til að fara á milli staða og til geymslu. Gönguleiðir eru afmarkaðar og lyftarar eru með viðvöruna bakkljós til að afmarka þeirra öryggissvæði. Mikil áhersla lögð á snyrtimennsku á vinnusvæði og öryggi, heilsu og vellíðan starfsfólks. Innilega til hamingju, Fisk Seafood.
Geggjað, til hamingju. Þá það annað fyrirtæki sem langar að bjóða velkomið upp á svið og hlýtur einnig hvatningaverðlaun VÍS fyrir framúrskarandi forvarnar- og öryggisstarf. Og það fyrirtæki Coripharma. Gjörðu svo vel, til hamingju. Coripharma ungt lyfjafyrirtæki byggt á gömlum grunni sem framleiðir samheitalyf. Það lyf undir merkjum annarra lyfjafyrirtækja. Fyrirtækið staðsett við Reykjavíkurveg í Hafnarfirði, þar sem yfir 200 starfsmenn vinna við þróun og framleiðslu lyfja. Gæðakerfi Coripharma heldur utan þjálfun starfsmanna og stjórnar tíðni endurþjálfunar. Nýir starfsmenn fara í gegnum almenna nýliða þjálfun í öryggismálum en fá svo sérhæfða þjálfun í öryggi og áhættumötum þeirra starfa sem þeir vinna við. Þau áhættumöt eru unnin af þeim sem vinna störfin og eftir þörfum í samstarfi við öryggisstjóra. Öryggisúttektir eru framkvæmdar árlega og atvik og slys skráð með smáforriti. Í kjölfarið erindum vísað áfram og þau rannsökuð. Verktakar á svæðinu fá fræðslu í starfsháttum og reglum á vinnusvæði Coripharma og eru gerðar kröfur að verktakar skili inn áhættumati og upplýsingum tryggingar. Öll umgengni, skipulag, hlífðabúnaður og merkingar eru til fyrirmyndar á öllum starfsstöðum fyrirtækisins. Gefum Coripharma gott klapp. Innilega til hamingju. Og þá það þriðja fyrirtækið sem hlýtur jafnframt forvarnaverðlaun VÍS 2025 í hópi stærri fyrirtækja eða fyrirtækja með 100 starfsmenn eða fleira hvorki meira en minna en Alcoa. Gjörðu svo vel, til hamingju. Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði hóf rekstur árið 2007 og álverið eitt það nútímalegasta og tæknivæddasta í heimi. Álverið það stærsta á Íslandi með framleiðslugetu allt að 360.000 tonn á ári. Fullkominn þurrhreinsibúnaður í álverinu og litið á sorp sem auðlindir á villigötum og stefnan að útrýma öllum úrgangi sem þarf að urða. Unnið eftir ISO 45001 vinnuverndarstaðlinum sem búið að innleiða. Áhættumöt og greiningar eru ítarlegar og skilgreindir ábyrgðaraðilar fylgja málum eftir. Hver vakt byrjar á örfundi þar sem farið yfir stöðuverka og öryggisatriði rýnt. Öflugt innra eldvarnaeftirlit til staðar þar sem 30 manns fær reglubundna þjálfun hjá slökkviliði staðarins og læsa, merkja, prófa ávallt notað þegar unnið við viðgerðir á vélum og búnaði. Skipulag á vinnusvæðum áberandi gott þar sem til að mynda afmörkunarlínur, grindverk og hlið, afmarkagönguleiðir og akstur tækja. Eins umferðarmenning utan sem innan dyra til fyrirmyndar. Skráning atvika næstum því slysa og slysa mjög virk og birt á skjáum fyrirtækið. Innilega til hamingju. Við ætlum að nota tækifærið og hvetja ykkur öll til þess að taka þátt á næsta ári að gera heyra í viðskiptastjórunum ykkar eða senda inn umsókn. En á sama tíma langar mig að loka þessu með því að óska fyrirtækjunum sem bæði hlutu hvatningaverðlaun VÍS og unnu forvarnaverðlaunin í ár 2025 innilega til hamingju. Takk fyrir.